Við þjóðveg 1 sem liggur í gegnum Laugar í Reykjadal stendur veitingastaðurinn Dalakofinn. Í sama húsi er lítil verslun með nauðsynjavörur og á planinu er bensíndæla. Þannig að staðurinn er vinsæll áningarstaður sem á samkomustaður heimafólks. Haraldur Bóasson eða Halli býður alltaf upp á heitan heimilsmat í hádeginu og eftir að bjóða okkur upp á gómsætt gúllas sest kokkurinn niður með okkur og spjallar staðinn, veitingarekstur í COVID og margt fleira. Við erum að verða búin að vera 10 ár í haust síðan við keyptum þennan stað. Já, líður þér eins og það sé 10 ár? Nei, ég finnst að vera styttra. En þetta er búið að vera svona mjög vaxandi og ganga mjög vel. En auðvitað núna þegar COVID kom fyrir ári síðan þá náttúrulega urðum við fyrir talsvert mikillum búsifum. Já, ég trúi því. Þannig að þetta er búið að vera svona dálítið erfitt núna 1 ár. Og verður þannig sást til vors til að við fáum að sjá meira af útlendingum. Já, en þeir eru ennþá standandi og verðið það vonandi? Já, við skulum bara treysta því. En það ekki? Jú. Hvað myndið þú segja að væri svona ykkar sérstæða? Já. Styrkleikar? Ég held nú reyndar að við höfum nú reynt að keyra á, við erum með fjölbreytta matseðil og vöndum okkur mjög þannig að fólk fer ánægt frá okkur og við höfum verið að reyna að halda verði eins lág og við mögulega getum. Þannig að ég held að þetta fari saman. Við höfum nú bara alveg frá upphafi náttúrulega og staðurinn hér áður en við tókum við. Hefur verið með mjög góða pizzur og við fórum svo yfir í það að fá okkur kjöt frá bónda hér úr Reykjadalum og Vallakoti í Hamborgarna. Og þeir hafa fengið mikið hól, þetta er mjög gott kjött. Þannig að þetta er svona það sem við erum svona með allt árið. Svo yfir sumarið þá fór ég að fara svolítið í kótilettur. Því að við byrjuðum fyrir svona fljótlega eftir við störtum sem fórum að prófa að hafa kótilettukvöld 2 ára ári og þau voru alltaf uppselt. Þannig að þá fórum við að setja kótilettur á matseðilinn yfir sumartíman. Og það hefur farið vaxandi hvað menn sæklast mikið í það. Og yfir sumarið þá hef ég líka viljað vera með nýjan silung. Og ég samdi hér við einn bónda við Vestmannsvatn að veiða fyrir mig þannig að ég geti alltaf verið með flottan silung. Já, það er oft mikil svirði fyrir fólk að vita og ég hef tekið eftir að þið setjið það í matseðilinn ykkar. Þið segið frá því hvaðan þetta kemur og eru stolt af því. Já, við erum það. Ég finnst það mikilvægt að það komi fram. Við höfum náttúrulega alveg frá upphafi verið með hádegismat, bara svona sem við köllum bara heimilismatur. Og það hefur bara verið alltaf vel sótt. Mikið heimafólki sem kemur mat í hádeginu. Já. Er það ekki alltaf svolítið huggulegt? Þið hljótið að þekkja alla alveg rosalega vel. Já, við náttúrulega, það er auðvitað býsna margir fastagestir hérna sem koma kannski ekki alveg alla daga en mörgum sinnum í viku. Þannig við erum nú ágætlega kunnug mörgum. Já. Þetta verður svona hálfgerð miðstöð kannski, svona félagsmiðstöð líka. Það hittast hérna allir í hádeginu. Já, ég var við það sérstaklega núna í þessu COVID ári sem búið að vera þá njóta menn þess að fá að setjast niður og borða og spjalla aðeins við þá sem að koma á þessum sama tíma því að flestir koma náttúrulega bara í hádeginu þannig að þeir gefa sér tíma til að spjalla aðeins áður en þeir fara. Fá sér smá kaffi? Já, fá sér smá kaffi og eftir. Halli rekur staðinn ásamt konu sinni Lilli. Þau bjóða gesti velkomna og staðurinn er þekktur fyrir hlýjar móttökur. Hjónin eru rótgróin í Reykjadalnum en hafa ekki alla tíð verið í veitingabransanum eða allavega ekki alveg beint. Við vorum nú bændur í 18 ár hérna í Reykjadalnum og rákum þar svínabú og þar áður var ég við verksmiðvinnu upp í Mjónsveit. Já. Að steypa steina og holsteina og hellur. Þannig ég hef ekkert verið í þessum gera fyrir bara þegar við fórum í þetta við reyndar fórum pínlítið ferðaþjónustu áður. Við vorum að selja gistingu og það okkur fannst þetta mjög gaman þannig að þess vegna var spennandi að taka við þessu verkefni. Já, það lítur að vera svolítið ólíkt að fara úr því að vera svínabóndi í að reka veitingastað. Já, það er nánast alveg
það með lítur mjög ólíkt og er það sko, en Hefur ekkert getað tekið eitthvað með þér úr hérna svínahúsinu? Það getur varðað sem svo. nei, ég myndi nú segja það að nú er eitthvað minna Já. sem að taki með sér. Nema bara að sinna öllum vel því að Já. auðvitað eru svín, þeir eru nánast eins og gestir, það þarf að hugsa vel um þá. Já. Saknið þið ekkert svínana? Nei, það hefur lítið farið fyrir því. Já. Fólki skemmtilega. Það var eiginlega bara mikið basl. Stundum get ég gefið mig tíma til að spjalla við gesti en ekki alltaf. Það er nú sérstaklega við sumarið, þá er maður til lokaður inn í eldhúsi og kemst ekki fram. Það er svo mikið að gera. Já. Hvernig var síðasta sumar? Innanlands sumarið mikla? Já, það var náttúrulega eins og hjá mörgum öðrum. Það veitingastöðum, þetta var bara nærri því jafn gott og sumarið 2019 sem var allavega stærsta sumarið fram til þessa sko. Þannig að það munaði ekki miklu. En hins vegar voru þarna mánuðirnar á undan, bæði apríl og maí og svo september, október, nóvember, þeir voru náttúrulega búin að vera mjög slakir. Hvernig eru þið stemt fyrir næsta sumar? Ég hef reynda góða tilfinningu fyrir næsta sumari. Ég trúi því að við förum að fá ferðamenn svona í byrjun sumars til viðbóta við Íslendinga, því ég held að Íslendingar ætli líka að halda áfram að ferðast á landið. Það er bæði að vera að tala um það frá samtökum ferðarþjónustunnar að þetta sé stefnan sko. Þannig að ég ætla að reyna að vera við þessu búin.